Komið sæl, velkomin í skák dagsins. Evrópumót einstaklinga, Reykjavík Open, fyrsta umferð og valið var mjög auðvelt að þessu sinni. Hilmir Freyr Heimisson hafði svart á stórmeistarann Tamas Banús. Hilmir með 2309 eurostig, Banús með 2630. Það munar yfir 300 eurostigum. Banús hefur telt með ungverska landsliðinu. Þetta alvöru stórmeistari. Og sjá hvernig þessi skák teltist. D4, D6, D5, allt svona eðlilegt og hérna vil Banús tefla svona einhvers konar katalanum uppstillingu, leikur G3. Kannski ég fylgi eftir þessum leikjum. G3 og C4. En Hilmir fyrir til, leikur C5, biskup G2 og drepa D4. Eftir stuttar hókun, kannski eðlilegasta leikinn þetta C6, sem flestir myndu leika. En þá fáum við í raun grunnfeldsvörn með skiptu litum, en hvítur auka tempo. Það gefur hérna einhver pressa C4, G4 til C3 og þetta tempo getur verið óþægilegt fyrir svartan. Þannig að Hilmir ákveður að leika hérna biðleik H6. En hvítur drepur núna, þá kemur E5. Og það engin riddar að C6 til að býta í. Þannig að riddar þetta hörfa. Svartur fær gott peðamiðborð. Hvítur leikur hérna B3, E6 í svartum, mennin út og nú drepur hvítur á D4. Hérna Hilmir tilbúinn að tapa tempo í raun, hann leikur E6 og E5. Eftir stuttarhókun og C4 altså, leikur hérna E5. Tapar hann leikan E6, E5 og með svart, þannig að þetta svona, hálfgerð grunnfæðstaða, en svartur tapar hennar smá tíma. Samanskapið hvítur ekki kannski tefla alveg jafn skart og svartur myndi tefla í grunnfeld. Þetta bakkar F3 og komið pressa með bara pressa hér. Smá óþægilegt og hvítur leikur, Hilmir leikur hérna 1-4. Þetta E5, þetta bara C4. Og hvítur stendur eitthvað aðeins betur hérna. Þetta peð svona óþægilegt, en þetta allar að C5 á valda. Ekki verið þetta C3 út C5. Ég held að hér hafi hvítur staðið eitthvað betur ef hann dreipar á D8 fyrir endurþaflið og líklega getur svartur lent í vandræðum með þessu veikleika þó að sé mikið eftir og hvítur þarf að sanna það. En þessi leikur B4 svona upphafið að vandræði hvíts. Setur hann á rittan á C5 en nú koma nokkur kröftuleikir í röð hérna hjá Hilmir leikur hérna biskup E6. Setur rittarinn fyrir A5 og þá kemur drottning B6. Fer úr uppskiptunum og valdar þennan óbeint, þessi er onni en það er hún í að B2 staðinn. Beða B4 líka onni, hvítur valda það, leikur A3 og þá kemur hrókur F8. Nú verður að ráðast hérna með tempóum á hvítan, drottningin þarf að hörfa, drottning C2 og E3. Aftur rittarinn onni en þá fellur hér til dæmis. En hérna kemur slakuleikur á hvítum F4. Hann verður líklega bara að drepa á E3 og tefla það á þá. Svartur líklega með betra þar en F4 virðist vera slæmur af því að nú kemst svartur inn. Hann með vald á D2 og hrókurinn kemst inn. Aftur þetta drottningin að hörfa og nú kemur stór skemmtilegur leikur hjá Hilmir rittar D3. Banús svaraði rittar A4. Við sjáum til dæmis að ef hann drepur hérna kemur E2. Hrókurinn onni og við vinnum hérna í allavega skipta með nákvæmlega við reynum að valda og kemur hrókur D skák sem dæmi þannig að drepna riddara var líklega ekki í boði þannig að riddara A4 þá kom drottning B5 og hérna sjáum við smá aðeins vandamann í hvítum. Hann með þess að kalla hérna í svona hálfgerði klessu drottningvæng og svartur eiginlega farin að hóta því bara að henda drottningunni yfir riddarinn inn og það er engin vörn. Þetta er svolítið svona Kasparov-flegt, við erum með svona peð sem sker borðið eða svolítið tvennt og vörnin kemst ekki í takatíð. Það er eiginlega hóturinn. Hvítur bara í vandræðum. Hann leikur biskup D4. Þá kom annars skemmtilega leikur. Riddari til C1. Aðra leikin í biskup D4 þá kemur þessi leikur til dæmis sterklega til greina. En riddari C1 er stór skemmtilegur. Rittarinn onni, hann má drepa. En þá ertu bara í vandræðum, segjum við hrókið að drottningu skiptir ekki máli, það kemur drottning drepur E2 og við getum ekki valda. Hvítur líklega bara mát. Einfalt mál. Virðist vera að getum leikið hérna hrókur einar einn. Sé eitthvað haldið í þessari vörn. En þá kemur á daginn. Ég held að Hilmir alltaf með riddara hérna. En svartur getur enn með drottningu sem algjörlega flipsturla.
og variantin líta einhvern veginn svona út. Hrókudrepur, þá kemur hróku D skák. Við getum eiginlega bara, við getum fórt að hróknu svo sem, en það hjálpar ekki neitt. Riddardrepur E2. Kóngurinn fyrir hér, ef hann fyrir að H1 áttum mát. Getur ekkert borið fyrir nema drottningun einu sinni. Hér, biskupur D5. Við erum að fara á flakk. Riddari G1. Þetta er eiginlega algjört ógeð. Og ef maður rétt kemur hérna G5, drepið og hrókudrepur D4. Og hvíti getur borið fyrir, en svo er bara mát. Þetta hefði nú verið, já, helviti flott. En Banús leika hér hrókur E1, hann drapa F6 og okkur riddardrepur E2. Og já, hvítastæðan bara reynur, kóngur H1, riddardrepur G3. Ef kóngur tilbaka, riddar aftur hér, drepur F6, jafntarliði, nei, við erum með þess að peðum yfir og í sókn með allt. Þannig að Banús drap, þá kemur drottning H5. Þetta er bara slátur. Biskupur H4, drepið, kóngur í G1, hrókudrepur G2, gefið. Stórkostleg skák hjá Hilmi Frey. Ef drepið, kemur drottning H3 skák. Og þetta er þingað biskupur D5 og gleymdu hugmyndinni út skákamót. Takk fyrir. Frábælega gert í Hilmi og vonandi heldur hann bara góður einbeitingu og á gott mót. Býr mikið um þessi strák og hann sýndi það í þessari skák og vonandi heldur hann því áfram. Takk fyrir áheyrnina, sjáumst síðar.